Loftslagsmálin eru stærsta áskorun samtímans og munu minna óþægilega á sig á næstu árum. Við þurfum ekki lengur að ímynda okkur hver áhrifin verða. Það nóg að hlusta á fréttir og verða vitni að þeim breytingum sem eiga sér stað. Hvort sem það ýktara veður, aukin tíðni skógarelda eða flóða eða hop jökla, við sjáum afleiðingarnar allt í kringum okkur. Og þetta ástand sem komið til þess að vera. Og það orðið mjög áríðandi að grípa til aðgerða til að freista þess að skaðinn verði ekki ennþá meiri. Samkvæmt nýlegri skýrslu vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna nauðsynlegt að fjárfesta fyrir 2,4 billjónir bandaríkjadollara, það er að segja amerískar trilljónir, til þess eins að halda hækkun meðal hitastigs jarðarinnar frá iðnbyltingu fyrir neðan 2 gráður Celsius. Og það mikið til þess unnið að halda þessari hækkun fyrir neðan 1,5 gráðu. Þetta það sem felst í Parísarsáttmálanum svokallaða. En við Íslendingar erum skuldbundin til þess að minnka losun okkar 40% frá iðnbyltingu að árinu 2030. Langmest af aukningu koltvísýrings í andrúmsloftinu hefur komið til á síðustu 200 árum. Þéttleiki hans hefur vaxið hratt að undanförnu og svo virðist sem hraði útblásturs sé að aukast. Auðvitað hafði COVID áhrif á þetta, en það eru litlar vísbendingar það að það ástand sé viðvarandi. Takið eftir því að koltvísýringur í andrúmsloftinu ekki aðeins að aukast, heldur hann að aukast með meiri hraða en við höfum séð áður. Og þrátt fyrir allan metnaðinn sem við höldum að við séum að leggja í þessi mál, hefur okkur ekki einu sinni tekist að minnka hraða útblásturs. En sem betur fer fjölgar þeim stöðugt sem vilja láta til sín taka í umhverfismálum. Og ein leið til þess að gera það gegnum sparnað. Ekki bara til að fríða samviskuna, heldur einnig út frá fjárhagslegum sjónarmiðum. Það eru ágætis líkur á því að fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar sem að leggja ekki áherslu á umhverfismál í sínum framtíðarplönum verði undir í samkeppni við ábyrgari aðila. Þegar við lögðum fyrst áherslu á umhverfismálin, vildum við ekki bara búa til nýja stefnu, heldur gera eitthvað sem að væri áþreifanlegt. Bjóða viðskiptavinum okkar að leggjast á árarnar með okkur og gera eitthvað sem virkilega skipti máli. Og þaðan kom hugmyndin græna skuldabréfasjóðinn. En þetta ekki einungis út af áhuga okkar og umhverfismálum. Við spáðum því að viðskiptavinur okkar myndu til innan skamms í auknum mæli leita í fjárfestingar sem hefðu áhrif á bæði samfélags- og umhverfismál. En það sýndu kannanir það að sérstaklega yngri hóparnir legðu þessi mál á oddinn. Nú eru vísbendingar það að eldri hóparnir séu farnir sömu leið og munu í auknum mæli beina fjárfestingum sínum í þessa átt. Þess vegna stofnuðum við fyrsta græna skuldabréfasjóð landsins sem hafði skýra stefnu að setja peninga í verkefni sem hefðu mælanleg áhrif. Í fjárfestingarstefnu sjóðsins var skýrt tekið fram að hann ætti að hafa jákvæð áhrif á umhverfi okkar og samfélag og draga úr áhrifum loftslagsbreytinga. Sparifjáreigendum sem legðu áherslu á umhverfis- og samfélagsmál gæti þannig sett peninga í græn skuldabréf sem fram að því hafði bara verið á færi stærri fjárfesta. Þróun markaðarins í kjölfar stofnunar sjóðsins fór fram á okkar björtustu vonum. Bæði tóku fjárfestar við sér, en ekki síst stór fyrirtæki og stofnanir, og nú 2 árum seinna hafa 5 aðilar gefið út græn skuldabréf og 1 félagslegt. Heildarfjárhæð markaðarins nú tæpir 90 milljarðar og von á því að fleiri aðilar hoppi á vagninn og taki þátt í útgáfunum á næstu ár. Fjármagnu verkefni sjáum við allt í kringum okkur og bera vott metnað íslensk markaðar í umhverfismálum. Dæmi þessi verkefni eru vistvænar samgöngur, umhverfisvænar byggingar, endurnýjanlegir orkugjafar og Carbfix sem gengur út á að dæla koltvísýringi í jarðlög hjá Hellisheiðarvirkjun. Áhugi fjárfesta á græna sjóðnum hefur jafnframt aukist jafnt og þétt á undanförnum árum. 500 aðilar hafa nú þegar lagt peninga í græna sjóðinn og auk þess að ávaxta peningana sína fá þeir óháð mat þriðja aðila á því hvaða áhrif peningarnir þeirra hafa haft. Samkvæmt samantekt Circular Solutions, sem íslenskt ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í sjálfbærni, hefur græni markaðurinn komið að því að draga úr losun koltvísýrings sem nemur 391.000 tonnum
á ári. Til gamans má geta að einstaklingur sem setti 1 milljón króna í græna sjóðinn í upphafi árs 2019 hefur ekki einungis ávaxtað peningana sína, heldur einnig stuðlaði því að útblástur koltvísýrings er 2,3 tonnum minni en ella hefði orðið. Það samsvarar 7 flugferðum til London eða 8 hringferðum Ísland. Þó svo að markmiðið ætti alltaf fyrst og fremst vera að minnka sitt eigið kolefnisspor, er gott að vita það að peningarnir fara í verkefni sem líkjast þessum í almennri viðleitni sinni til þess að láta gott af sér leiða.